Gríðarlega svekkjandi jafntefli hérna á móti Þór K.A. Hvað er að segja þetta þennan leik? Já, bara akkurat þetta, mjög svekkjandi. Það kemur á síðustu sekúndu leiksins, jafnunarmarkið, þannig að bara virkilega svekkjandi. Ertu eitthvað ósáttur með spilamennsku? Mér var seinni hálfleikur bara ekkert spes. Við varst bara að vera fínar í fyrri hálfleik og gerðum við bara margar góða hluti. Mér var svona ákvarðanatakan í seinni hálfleik ekki nógu góð. Við vorum svo sem áttum alveg góða spilkafla. En það vantaði svolítið upp á að nýta betur upplöfun okkar. Við vorum svona að reyna að skjóta fyrir utan í staðinn fyrir kannski að velja betra færi. Og þarft alltaf þetta eina marki viðbót til að loka leiknum. Þannig að það gekk ekki í þetta sinn. Þið eru yfir í hálfleik, hvað er svona planið, uppleggið í seinni? Já, við sjáum þessi bara sama upplegg sko. Við ætlum bara að halda áfram að spila bolta og ná fyrirgjöfum og allt það, en svo bara einhvern veginn fannst mér vanta svona einhvern neista í okkur að klára þriðja markið. Svo bara, ég veit það ekki, eitthvað stress í lokin sem að kostaði þetta jöfnunum. Gríðarlega erfiðar aðstæður hérna. Já, þetta er náttúrulega, þetta er ekki rennisléttur völlur og það er myrkur á vellinum en það er ekki það sem að skiptir öllu máli að við hefðum bara að gera betur. Eitthvað svona jákvætt sem við getum tekið út úr? Já, ég meina, mér fannst fyrri hálfleikurinn bara allt í lagi sko og við vorum bara að spila ágætis bolta og alveg fínir kaflar í seinni en svona heilt yfir fannst mér kannski seinni hálfleikurinn ekki nógu góð. Ekki, náttúrulega, bara aldrei góð úrslit og leiðilegt svona í hörkubaráttunni í deildinni? Já, nú einhvern veginn er þetta svona aðeins þurfum við að fara að treysta á önnur lið við hefðum getað treyst bara okkur ef við höfum unnið þennan leik sem allt stemdi í en nú þurfum við að treysta á önnur lið taki ykkur stigaval til að eiga möguleika. Takk fyrir.